Mörg félagslið á Íslandi eiga tilkall sem besta handboltalið Íslands. Sagan er löng og glæsileg og árangur hér heima og í Evrópukeppnum er stórbrotinn. 7 kvennalið hafa verið tilnefnt sem besta handboltalið Íslands. Í lokin stendur aðeins eitt uppi sem það besta. Nú hefst handboltalið Íslands. Handboltaárið 2004 er eitt það ótrúlegasta í sögu kvennaliðs IBVF í handboltanum hér á landi. Auk þess að berjast á öllum vígstöðvum heima fyrir, braut IBVF blað í sögu handboltans með því að komast í undanúrslit í áskorandakeppni Evrópu. IBVF-liðið 2004, það er náttúrulega bara útlendingaherferð og ég held að það hafi verið 6 útlendingar í byrjunarliðinu. Gríðarlega öflugt lið. IBVF hefur alltaf átt erfitt með að lokka til sín Íslendinga og var þannig með mikið af útlendingum í sín lið virkilega sterka. Kannski, þú veist, af því þetta var í Vestmannaeyjum og lítill eyju að þá einhvern veginn voru allir að stefna á sama hlutin. Þetta lið var alveg ógeðslega sterkt. Ekki fyrsta skipti sem reyna að kaupa titil, en þeir gerðu það með glans. Árið er 2004. Krakkar ekki pulsan góð? Það er Bjarni! Guess you better slow the Mustang down. Aldrei áður hafði lið teflt fram eins mörgum erlendum leikmönnum hér á landi. Stefnan var tekin á alla titla sem í boði voru. Ef maður skoðar þetta lið þá það eru með norska danskan hótnamann hægri sem Nielsen. Alla Gorgorian sem er líklega mesti handboltaheili sem hefur spilað á Íslandi. Með köllum meðtöldum líka. Og Anna Jakova sem var úkraínsk skytta með aflitað hár og mikið af tattúum og svona og var alveg bara þannig. Síðan er Austurríkistelpuna Silvía og Birgit Engel. Svo voru 2 stelpur, Guðbjörg Guðmas og hún Elísa Viðar sem voru í hornunum og eru uppaldar bara eiga stelpur og það ég held að það skipti öllu máli, hafa þær. Það gekk náttúrulega eiginlega bara upp vegna þess að þetta liðið var borið upp að atvinnumunum. Þær voru ekkert að vinna hálfan dag eða heilan dag og fara svo á æfingu. Mótherjar IBVF í bikarúrslitum voru bikarmeistarar Hauka. Það komu allir inn og upp allan völdin. Birgit Engel í gegn og hóskóra. 31 og Sandra Anulíte. Hún valdi skilsumulegin og beið eftir félagum sínum og það er mál. Það verður lengt og þannig að hún er að koma skotflóttur á þetta. Anna Gorgorian við skot og hóskóra. Hún er að tryggja IBVF sigurinn. Við ætlum svo ekki að tapa fyrir annar í röð, það var nákvæmlega. Og það er bikarinn sem fer hér á loft, IBVF bikarmeistari 2004. Það var rosalega spennandi leikur, 50-50. Við bara klárum hann, Þetta er bara akkurat á mína ámælisdegin sem var ámæli mitt. Þeir eru bara að gjóf frá liði. IBVF-liðið stóð í ströngu í áskorandakeppni Evrópu. Fyrst sigruðu eyjastelpur búlgarska liðið ERTAR og í 16 liða úrslitum slógu þær út franska liðið Le Havre. Í 8 liða úrslitum var mótherjinn stórliðið Salonastit frá Króatíu. Og sjá hér, það vinna boltan á ræðublöð og Birgit Engel og inn í gegn og það er 10 markamunur, 28 átján. Við kennum bara inn þar eins og við erum venir að gera og höldum okkur tempo og þá bara, það eru ósigrandi.
tap gegn þýska liðinu Nürnberg í undanúrslitum gerði hins vegar út Evrópuævintýri Eyjaliðsins. Það gengur ekkert innan mínútu eftir Hraðbraut og mark. Það reyndist ekki auðvelt fyrir Eyjaliðið að komast í útileiki, hvort sem hann var í Evrópukeppni eða heima fyrir. Við myndum fljúga frá Bakka með litlum flugvélum. Þetta, veistu hvað þetta er, getur hjartastopp og hjartaáfall. Stundum mér bara hugsa nei, aftur, skilurðu, þetta bara var svo erfitt. Það hittist einhvern veginn þannig á að við vorum yfirleitt alltaf veðurtestar ef við áttum að fara í flugi, þannig að maður fór ófáari ferðir í Herjólfi. Kannski tókum við Herjólf klukkan 8 og komum í bæinn klukkan 12, 1 og hvílum fyrir leikinn svona 4-5 klukkutíma og svo fara að spila. Og rosalega erfitt að jafna sig eftir vonda veðri og 3 klukkutíma í Herjólfi og persónulega ég sem sjóveik. Kannski hugsa mér vera lengur, sorry, ég gast ekki út að vera Herjólfi, sko. Lið IBVF var deildarmeistari og eftir sigra gegn K.A. Þór og FH í úrslitakeppninni var komið að úrslitaviðureik gegn Val. Og Alvarborgborjan, Silvía, Anna, út í hornið og vippar og skorar! Það Elísa Sigurðardóttir fyrirliði og það 10 sekúndur eftir, Arna Grímsdóttir og það ná boltanum með Eyjastelpur, 5 sekúndur Arna og Árni Ísberg með skot Júlía mér. Og það framlengi. Sigurlaug og sjáðu línusendinguna og þetta mark, það jafna 30. Það hægt að spila hér upp á skotalokasekundunum. Alla og Silvía og hún í gegn og hún skorar. Það eru 25 sekúndur eftir, 31-30. Silvía Strass með 5. markið sitt, ballstefnu koma Arna og hún með línusendingu, hún gengur ekki upp. Það missa boltan, það eru 15 sekúndur eftir. Eyjastelpur, þær verða að fara maður og mann, þær verða að reyna að vinna boltan. Anna Jakova, það eru 8 sekúndur eftir. Alla og Elísa og hún skorar. Elísa skorar. Þetta komið 32-30. Eyjastelpur sigra hér 32-30 í framleikum leik. Leikunum besta handboltaleik sem ég hef séð. Langa leiki. Birgit Engel, Anna Jakova, Birgit Engel og Silvía Strass og Engel og hún klikkar ekki á línunni og jafnar 26. Valur 26, IBVF 26, Sigurlaug og Arna í horninni og þvílíkt mark hjá Árni Grímsdóttur, Arna út í hornið og Hafrún, það skot í stöng og Alvarborgborjan skorar að 50 hægri. Það er 27-28 en Valur hefur sigrað 28-27. Eftir sigur Vals í öðrum leik liðanna var staðan orðin jöfn í einu. Það var óbúslega mikil áhorf á þessu úrslitakeppni og mikið mætt og fara hann til Eyja með Eyjamennina, alveg trillta, á pöllunum. Það var ekkert grín. Ég man að, það var öskrað á mig að mamma mín væri svona hinsegin og svona og það truflaði okkur aðeins en hann er íþróttunum bara. Drífa, Sigurlaug, hún leysir inn á línuna. Árni, reyna að rífa sig lausa. Drífa með skot og mark! Þvílíkt mark! Valstelpur komnar yfir og það ekki nema rúm mínúta eftir. Silvía og Anna Jakova. Anna út í horni, Elísa fyrir inn, Elísa og hún skorar! Elísa jafnar 22. 20 sekúndur eftir. Drífa, hún og með skot í stöngina. Við fáum framlengingu. Það stýttum fyrir Drífa hætti við og Sigurlaug hún missir boltan. Silvía með sendingu fram. Guðbjörg í gegn og hún skorar. Guðbjörg Guðmundsdóttir að klára þetta hér með 4. markinu sínu. 24-22. Klárast á mánudag. Við erum ákveðin að við ætlum ekki út í fleiri leiki í dag á þessu vetri. Það er alveg raunum. Hinn 10. maí mættust liðin í 4. sinn. Með sigri gat IBVF tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn. Taka þetta sigurumferð. Sjáum hverju það breytir. Það náttúrulega verður erfiðara fyrir hinna því að þetta gerist akkurat. Það opnar fjörðin og Alvarborgborjan fagnar. Og Sigurlaug inn á Hafrúni. En hún nær ekki að grípa og Júlía með skot og í slána og í berglindi. Jájá. Og skot frá Ester en ekki dæmt á hraðahlaup
Elva Björk í gegn og hún skorar. Og þetta unnið 26-30 eru lokatölur. Og IBVF fagnar hér Íslandsmeistaratitlinum. Þetta bara dásamleg tilfinning. Eins og feina þetta búið ekki tímabil. Búið ekki annað til feina en að vinna þetta hér. Og við gerðum það með frábæra áhorfendur. Þetta er bara frábært. Ekki það Eyjamenn. Það má ekki annað heldur en að rosa stelpum fyrir eiturinn. Þetta er búið að vera ótrúlegt. Jæja. Undir stjórn Aðalsteins Eyjólfssonar var IBVF liðið vel samstillt og árangurinn var frábær. Liðið var bæði Íslands- og bikarmeistari, auk þess sem það komst í undanúrslit í áskorandakeppni Evrópu. Kvennalið IBVF árið 2004 er án efa eitt af þeim bestu. Þetta lið hefði ekki klárað leikinn eins og í dag því það er ekki með nóg mikið breytt, ekki nóg mikið hraði. En það voru gríðarlega öflugar. Þetta var bara frábært tímabil hjá þeim. Það er unnu það sem var hægt að reyna hérna heima og stóðu sér svo gríðarlega vel í þessari keppni þarna úti. Ég held að þetta sé sterkast af svona 7 manna lið sem að hefur spilað á Íslandi. Það var skemmtilegt að kynnast í raun og veru svona í fyrsta skipti allavega á mínum ferli, þú veist, hvernig það var fyrir stelpur að vera atvinnumenn í handbolta. Þetta var einhvern veginn, man hefði kynnst í að vera kannski að spila með 1 til 2 leikmennum sem voru atvinnumenn. En þarna var þetta einhvern veginn, þú veist, þarna sá maður í raun og veru hvað þetta snerist ef að þú varst farin til annars lands að spila bara handbolta, sko.